Við höldum áfram með föstudagsþáttinn. Á dögunum hlaut ný rannsókn láglaunakonur vellíðan og velferðarkerfið í íslensku samhengi veglegan styrk frá Jafnréttissjóði Íslands. Hingað til mín eru þær komnar til að segja okkur betur frá því. Berglind Hólm Ragnarsdóttir og Andrea Hjálmsdóttir, verið hjartanlega velkomnar. Kærar þakkir. Takk. Þetta stórmerkileg rannsókn sem þið eru að fara af stað með. Hvernig kom þetta til og hvernig var ákveðið að ráðast í þetta verkefni? Já, þetta byrjar nú kannski bara á því að ég tiltölulega nýráðin við Háskólann á Akureyri. Var að flytja heim að utan þar sem ég er búin að vera í doktorsnámi og var að klára núna fyrsta veturinn minn hérna. Og í doktorsnáminni úti var ég í félagsfræði og var þar að skoða í rauninni stéttaskiptingu meðal kvenna á Vesturlöndum, svona almennt. Og í doktorsverkefninu og svo var ég nýdoktor í 1 ár eftir það og hélt svolítið svona áfram með þær pælingar. Og þar kom ýmislegt í ljós, en til dæmis það að ég sá að þegar maður skoðar stéttaskiptingu meðal kvenna, þá töluvert minni stéttaskipting meðal kvenna á Norðurlöndum, miðað við Bandaríkin og Kanada, Ástralíu og hinn Evrópulöndin, nema á Íslandi. Það var stóð svolítið út úr og komið mikið á óvart. Það Ísland stendur betur að þessu leyti en mörg önnur lönd, en ekki jafnvel á hinn Norðurlöndin. Og ég var að reyna að sjá kannski gjá á milli kvenna á Íslandi á par við í Bretlandi, cirka. Og ég fór mikið að velta því fyrir mig hvað væri að gerast þarna. Hvaða hópur þetta, hvaða konur þetta sem eru þarna neðst og hvernig í rauninni erum við að bregðast þeim, hvað getum við gert betur. Og þannig leið að ég kem hingað heim, þá ég svolítið með þetta í mér að mér langar að fara að skoða þennan hóp, láglaunakonur á Íslandi og sérstaklega í samhengi við velferðarkerfið, hvernig við erum að standa okkur þar. Já. Og já, svo við byrjum þar og svo kemur út skýrsla hjá Vörðu og við kannski segjum hans frá Vörðu en við erum í samstarfi við þau. Var það nýstofnuð rannsóknarstofnun vinnumarkaðarins og að Vörðu standa ASÍ og BSIB. Þannig að þegar við byrjum að tala saman upp í háskóla, hvort við getum gert eitthvað saman og þegar við förum meira og meira inn í þessar pælingar sem Berglind búin að vera að lýsa, þá leitum við eftir samstarfi Vörðu. Þar í forsvari Kristín Heba Gísladóttir sem var hér fyrir norðan, þannig að við þekkjum til og höfðum samband og þau voru mjög áfram að taka þátt í þessu. Þannig að það mjög dýrmætt fyrir okkur að vera í samstarfi við þessa rannsóknarstofnun. Ætlun Vörðu svolítið að brúa bilið milli vinnumarkaðarins og fræðasamfélagsins og auka þekkingu á stöðu fólk sem að tilheyrir þá kannski sérstaklega þessum aðildafélögum ASÍ og BSIB sem einmitt þessi hópur sem við viljum skoða. Og svo rannsóknarstofnun RHA, rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri. Við verðum líka í samstarfi við þau kannski meira praktísk atriði, útfærslu á, við ætlum þessi rannsókn á að verða bæði eigindleg og megindleg. Við ætlum bæði að leggja fyrir spurningakönnun og taka viðtöl. Já. Þannig að RHA kemur þá mjög sterkt inn í allar þessar praktísku útfærslur á rannsókninni sjálfri og mun vera okkur innan handar með alla gagnaöflun og úrvinnslu gagnanna. Þannig að þannig að við erum 3 við Háskólann á Akureyri. Við erum með Valgerði S. Bjarnadóttir sem nýdoktor við Háskóla Íslands með okkur líka og svo það þá Varða og RHA sem að koma að þessu samstarfi. Og það kannski þetta samstarfi við Vörðu og svo RHA og svo að fá þennan styrk sem að veitur okkur raunin bara gífurlega innspýtingu og að koma að þetta náttúrulega svolítið viðmikið verkefni hjá okkur og við erum auðvitað vonast til að þetta sé bara svolítið byrjunin að það nefnilega rannsóknir á ójöfnuði almennt hafa mikið verið að skoða ójöfnuð á milli ólíkra hópa. Ójöfnuð á milli karla og kvenna kannski eða svartra og hvíta og svo framvegis. En það núna má segja að við séum kannski betur farin að átta okkur á því að þetta ekki einsleitir hópar. Til dæmis konur ekki einsleitur hópur. Þannig að
við þurfum líka að skoða ójöfnuð innan hópa og það svolítið það sem við erum að svona, leggja upp með og við segjum láglaunakonur sem við eigum eftir að skilgreina betur þegar svona nærdregur en það heldur ekki einsleitur hópur. Nei. Þú veist, þarna erum við með einstæðar mæður, við erum með konur af erlendum uppruna, við erum með alls konar konur bara í þessum hópi og við teljum bara að það skiptir svo miklu máli að byrja að skoða þennan hóp, sérstaklega ef við viljum svona skoða svolítið í samhengi við velferðarkerfið og hvernig við getum veitt þeim besta þjónustu. Af því að á meðan að, eins og ég segi, það hefur færst í aukana við sem að skoða ójöfnuð innan hópa, en þá höfum við samt meira verið að fókusa á konur í efri stéttunum. Rannsóknir hingað til hafa meira verið að skoða stöðu kvenna sem að kannski er í meiri forréttindastöðu innan samfélaga. En þetta hefur eiginlega alveg vantað, sko. Já. Og náttúrulega stéttarannsóknir á Íslandi eru kannski ekki svo viðamiklar. Það eru reyndar rannsóknir núna, Guðmundur Ævar Oddsson til dæmis hér við Háskólann á Akureyri sem hefur verið að skoða mikið stéttavitund og við höfum séð að hún er að breytast, kannski ekki síst í kjölfar hrunsins og þannig að við ætlum að reyna að svona bæta við bæði þá þekkingu á stöðu kvenna sem ekki í forréttindastöðu innan samfélagsins og það eru ólíkir hópar, hvernig birtingamyndir eru þar og og svona einmitt þessi líka bara svona vinnumarkaðs element og þekking á velferðarkerfinu eins og hvar kerfið sem á að grípa þau sem að svona kannski eru í lökustu stöðinni, það er svona ýmislegt sem bendir til að séu gloppur þar, að það sé ekki kannski svona alltaf þetta ofboðslega mikla jöfnunartæki sem við viljum vera að láta og rannsóknir Berglindir hafa bendið þess. Þannig okkur langar svona til þess að reyna að kafa dýpra í það, hvar eru þessar glufur, af hverju kerfið ekki að reynast vera það jöfnunartæki sem að það á að vera. Þannig að það er svona það sem að við vonumst til þess að geta aflað gagna og þá svona reynda aðeins að stokka upp í þá eða að bæta við þá þekkingu okkar á kerfinu. Einmitt. Og hvernig verða svo næstu skref? Hvenær sjáu þið fyrir ykkur að ráðast í þetta fullum krafti og Já, við vorum einmitt að ræða það bara núna í vikunni. Nú svona fólk pínlítið þetta í sumarfrí, kannski að taka sér smá pásu og við erum bara held ég komið dagsetningu í byrjun ágúst þar sem við ætlum að halda okkar fyrsta svona formulega fund og bara skipuleggja hvernig við ætlum að gera þetta allt saman. Ég held að við munum byrja á því að semja spurningalistan og svona setja hann upp og við erum til dæmis munum fá, að þau fengu þennan frábæra styrk frá Jafnréttissjóði Íslands, þá getum við til dæmis ráðið túlkaþjónustu sem eftir að skipta held ég mjög miklu máli til að ná til ákveðins hóps. Og þannig við erum svolítið svona, fara að byrja á því að stilla því upp, held ég. Kannski vonustu til þess að geta farið að leggja spurningakönnuna fyrir svona seint í haust. Ég held að það sé kannski til að þess að við reynum nú að setja okkur raunhæf markmið, sko. Þannig að við sjáum fyrir okkur að næsti vetur sé svolítið í þessu og þá erum við líka svona aðeins að varða lagði fyrir á meðal síns félagsfólks könnun fyrir áramót og það reyndist mjög sláandi niðurstöður bara stöðu fólks á vinnumarkaði. Þetta var það lagt fyrir í miðju COVID en það verður líka áhugavert að ég nefndi eftir hrun áðan að nú erum við líka í mjög svona sérstakri stöðu á íslenskum vinnumarkaði í kjölfar COVID og þannig að það kannski einmitt ágætt að vera að fara af stað svona í rólegheitum en samt svona með þéttu tempói næsta vetur þegar vonandi svona atvinnulífið er aðeins að taka við sér. Þetta er ótrúlega spennandi. Ég veit að við getum talað um þetta í allan dag og ég hlakka mikið til að fylgjast með niðurstöðunum og hvernig þetta gengur allt saman. Bara þakka ykkur kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja ykkur frá svo til hamingju með styrkin. Takk kærlega fyrir. Takk.